Jæja skunnar, velkomin í Gamesýruna á miðvikudagskvöldi. Nei, fimmtudagskvöldi. Já, það er 5. 28. Heyrðu, eitt hefur mér fundist vanta svolítið í þessa umræðu mína hérna á UFOs. Og þá tengt crash retrieval og reverse engineering. Fyrir þau eitthvað sem ekki vita hvað það er sem sagt crash retrieval, það er eins og nafnið gefur til kynna, þú ert með eitthvað ákveðið flíildi, það getur verið mennst eða sem sagt jarnest eða ekki, sem að hefur hrapað til jarðar og það er sem sagt retrieved, það er endurheimt. Þetta er endurheimt á flíildi og svo ertu með hugtakið reverse eða back engineering sem er einhvers konar endur hönnun. Þetta eru bæði þessi hugtök eru þekkt innan þessa UFO heims og sem sagt reverse engineering felur í sér, þið getið ímyndað ykkur ef að þið væri hérna á 17. öld og það væri hérna einhver fremsti vísindamaður Þorpsins og hann fengi til sín bara, veist, eitt svona iPhone og skrújárn og honum yrði falið það verkefni að finna út í því auðvitað bara hvað þetta undratæki væri og hvernig það virkaði og þá í þeim tilgangi að geta nýtt sem sagt, þessa vitneskju, þessa greiningu í að framleiða sem sagt, meira af því. Og það er þessu samhengi hvað var að UFOs þá eru þetta vopnaframleiðendur, hátækniðinaðurinn, þetta er Lockheed Martin, þetta er Raytheon, Northrop Grumman, þetta er Boeing, þetta er EG&G. Þetta eru þessu stóru verktakar sem eru semst búin að vera að vinna fyrir bandaríska herinn fyrst og fremst bara síðan ég veit ekki hvenær í árhundrað eða svo. Þannig að við erum með crash retrieval og mér langar hérna, kannski við byrjum hérna á þessum manni hérna. Þessi sköllótti maður hérna með þessi starandi augu. Þetta er engin annar en Jake Barber. Jake Barber kom til sögunar, ætlaði að hafi ekki verið, já, það var snemma á síðast ári. Þá fór doktorinn okkur Stephen Greer, hinn umdeilda UFO góðsögn að koma sem sagt með einhverjar fullyrðingar að það væri einhver stór uppljóstrari á leiðinni sem að væri sem sagt þyrluflugs verktaki og væri sem sagt búin að vera að vinna fyrir þessu stóru fyrirtæki og það hefur svo komið seinni í ljós að þetta var Northrop Grumman. Hann sem sagt vann við það að sækja flíildi á ákveðnu æfingasvæði sem að hann kallaði The Test Range eða þetta er svona æfingarsvæðið. Og í fyrstu var að ræða sem sagt bara venjulegar jarnesk tilrauna flugvélar og alls konar flíildi og dróna og drasl þar sem hann fór inn með sínu liði og náði sem sagt í þetta drasl sem hafði sem sagt hrapað. Nema hvað og svo gerist það að hann fer að sjá og upplifa skrýtnari hluti. Hann fer að sjá að það er verið að gera tilraunir á flíildum sem að virtust brjóta á bága við öll þau náttúrulögmál sem að hann þekkti allavega. Meðal annars fór hann að sjá tilrauna flíildi fara ofan í jörðu og koma úr jörðu og ég er að tala bókstaflega, ekki gegnum einhverja leynda hurð eða neitt svoleiðis og inn í fjöll, inn í gegnum börð. Bara flíildi sem að virtist geta ferðast í gegnum efni sem þetta bara hlýtur að fela í sér einhvers konar ormagöng eða einhverja tækni sem að beygir ekki bara tíma heldur rúmið sjálft. Hann sem sagt kemur fram þarna snemma, eins og Dr. Stephen Greer sagði, ég og Arnór Jónsson, hérna kollegi minn í þvottahúsinu, við biðum spenntir eftir þessum uppljóstrara sem svo kom fram í viðtali með engum öðrum en Russ Coulthart sem er svona media góðsögnin í þessu öllu, svona eiginlega þessi mest mainstream fjölmiðlamaður sem hefur fjallað UFO málaflokkin núna í nokkur ár. Og hann sem sagt kemur með ótrúlega sögu, hann Jake Barber.
og viðtalið við hann á News Nation hefur svo verið greint af atferlisfræðingum og ég veit ekki hvað og ég hef hlustað á þessar greiningar og niðurstaða þessara greininga þessara atferlisfræðinga var svo maðurinn ekki að ljúga. Það ekki hægt að leika þetta svona vel og þetta náttúrulega hvað ég að segja, þetta var nýtt, þetta var núans og hann kom þarna með sögu þegar hann sótti svo kallað 8-gun eða sem sagt, já, svona disk sem var skipt upp í svona 8 geira, ekkert ósvipað og Espresso-vélin ykkar, þessar ítölsku Bialetti-vélarnar, eða þú horfið á lokið á Bialetti-kaffvélinni, þá sjáu þið svona 8-gun. Hann sótti sem sagt þetta flíildi og hann fann fyrir, segir hann, sem sagt í sinni frásögn, og hann fann fyrir einhverju svona bara overwhelming, bara yfirþyrmandi tilfinningaþrunga sem hann bara einhvern veginn kom yfir hann og á tímabili var hann við það að hætta við sem sagt þetta mission. Hann sérst kemur inn í þyrlu og þegar hann að nálgast svæðið þá bara þyrmir yfir hann eitthvað tilfinningalega óreiða. Hann bara hann eitthvað með hjálminn, við erum að tala um þetta sko sérfræðingur í skotvopnum, martial arts, köfun, falli og stökki, þetta er bara Jason Bourne á styrum hérna og hann bara eitthvað vælandi í hjálmum sínum. En hann hélt áfram og hann fór þarna bara inn í eitthvað andlega reynslu í þyrlunni og hann sérst sagði frá því sem sagt í þessu crash retrieval ferli sínu og hann sagði líka frá einu atviki þar sem hann fór og náði í svo kallað egg, ég nú ekki með þá mynd hérna, það nú verið gaman að sýna ykkur þá mynd en hann sem sagt birti myndband sinni sögu eða sinni frásögn til stuðnings sem var tekin sem sagt í gegnum botnin á þyrlunni þar sem þeir eru með eggið 6 metra egg í svona sling sækja það í svona körfu og fljúa með það og alveg áhrifa mikið að sjá þetta hvað sem þetta nú en ég trúi því persónulega, ég tortrygginn maður, ég trúi því þetta sé ekta og þótt að séu margir aðrir í þessari senu sem ég bara veit að eru bara bulla en hef gaman að því samt sem maður en Jake Barber alvöru maður. Ég skrifaði heilan kafla Jake Barber í UFO 101, held ég kafli bara númer 2. En það sem mér langaði að koma kannski að, og það hugtak sem að Jake Barber kom með í fyrsta skiptið, og það psionics. Dr. Stephen Greer, hann var náttúrulega búinn að kynna fyrir okkur, svona hugleiðslu aðferð, var ekki E5 eða C5 eða eitthvað álíka, ég man nú ekki alveg hvað það var, sem sagt, Dr. Stephen Greer, hann talaði þessa hugleiðslu aðferð sem þú getur notað til þess að summita eða kalla til þín UFOs og fellega áhugavert en þarna kom Jake Barber með nýtt hugtak, psionics og þótt þetta hugtaki sem slíkt hafi verið nýtt þá þetta náttúrulega ekkert nýtt á nálinni, við þurfum ekki annað en að fara tilbaka til Hal Puthoff og hvað heita allir þessir remote viewerar og það að koma í ljós, náttúrulega bara í gegnum Project Stargate og annað sem að Hal Puthoff meðal annars var einn af þeim sem að stofnaði sem einhvers konar djúpríkis undirdild innan CIA, fyrst algjörlega undir fjármögnuði en svo eftir því sem að tíminn leið og sem sagt, og þeir sáu að þetta actually virkaði. Það með þess að sagan segir að þeir hafi náð Saddam Hussein á þennan hátt, þeir gátu bara fjarmiðlað hverja einustu hreyfingu hjá Saddam Hussein og kortlagt húsið hans og annað hvar vopnabúri var að finna og svo framvegis, það gerðu þeir í gegnum svona psionics assets eða remote viewers en þarna eru þeir með einstaklinga eins og þennan sem þið sjáu hérna á myndinni hann í rauninni kemur sér í hugleiðslu ástand og blokkerar sín skynfæri, þarna augu og eyru og hann nær í gegnum remote viewing eða fjarmiðlun, hann nær hann tengslum við flíildi. Og Jake Barber stofnaði sem sagt hóp sem var kallaður Skywatchers, hópur af svona ex-military verktökum sem allir með sína sérhæfingu í sínum bransa og búin að vinna við þessi crash retrieval, þá psionics og líka flugmenn og annað og þeir voru með bæði búnað og psionics og þeir kortlögðu sem sagt 9 típur af mismunandi
flíildum eða típum af UFO sem að svo að koma í ljós í dag með þessu myndbanda og skjaladroppi hjá stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna að bara stemmir. Það bara þannig. Þú finnur þessi flíildi öll í þessum gögnum sem að hefur verið að leggja út. Sem sjúklega áhugavert. Það sem að þeir eru með líka sem sagt Skywatchers, ég held sé nú ekki starfræktir ennþá, ég veit ekki af hverju, það mögulega eitthvað smá dúbjus, en hann talaði dog whistle og það svona einhvers konar tæki og tól þar sem þeir ná í rauninni bara að flauta eða kalla til sín flíildi. Þeir ná að kalla til sín annarkvæmt á svæðið eða bara inn í einhvers konar efnisveruleika og þeir hafa tekið myndbönd af þessu bara in broad daylight og þetta mjög áhrifamikið að sjá þetta og þeir eru búin að kortleggja þetta en hvað varðar crash retrieval þá erum við ekki bara sem sagt bara síðan í seinni heimsstyrjöldinni búin að vera að nota þessa psionics assets sem að by the way hafa oft verið fengnir frá svona minna þróuðum löndum þar sem einstaklingar eru í meiri náttúrutengslum og þetta eru einstaklingar sem að hafa þá svona mátt minna mega sín og þeim hefur einfaldlega í gegnum djúpríkisdeildir þessara einkafyrirtækja, þeim hefur bara verið rænt bæði á hamfarasvæðum og á fátækrasvæðum, frumskóðum Suður Ameríku, mjög vinsælt, stúlkur, konur og, haldið ykkur fast, hommar eða samkynhneigðir kallmenn eru vist mjög efnilegir sem psionics. En þessum einstaklingum hefur oft á tíðum verið rænt og þau hafa í rauninni verið þvinguð til þess að vinna sem sagt, við þetta remote viewing og summoning á UFOs. En Jake Barber sem sagt var með bara sína psionics assets, bara menn sem voru þarna fúsum og frjálsum vilja. En hvað var það þessi krass, af hverju hrapa flíildin? Flíildi sem mögulega segi ég, kannski mögulega, ekkert endilega, en búin að ferðast kannski 20.000 milljón ljósára hérna í gegnum rýmið, einhver ormagöng, okkur það svo bara eitthvað að rapa í einhverjum eyðimörkum. Og þar komum við að þessu hérna, og þetta bara svona EMP, þetta bara electromagnetic pulse weapon. Þetta eru bara vopn sem eru þá notuð til þess að skjóta bara einhverjum bylgjum á einhver ákveðin afmörku svæði þar sem einhver rafsegulsviðs orka í gangi sem heldur uppi kannski einhverjum búnaði og svo framvegis og svo flíildið bara einfaldlega það bara neutralisað og það bara tekið úr leik og það rapar með tilheyrandi dauða áhafnar eins og David Grush sagði í vitnaleiðslunum 2023 Biologics came with these crafts sem sagt áhafn og þá spyr þingkonan sem að vara spyrja hann spurninga í það skiptið were they human or not human og þá segir David Grush non-human biologics. Ég mynd til að svakalegt krakkar og það ekki hægt að skálda þessa UFO-vitleysu. Jú, auðvitað það hægt. En hafið þið spáð í því að meðan allir þessir uppljóstrarar eru að koma upp á yfirborðið og allir þessi fréttaflutningur og allir þessi umfjöllun og núna yfirvofandi einhvers konar uppljóstrun stýrðið ekki, ítreka ég og endurtek. Ekkert heyrist í þessum djúpríkis verktökum. Engin yfirlýsing, no statement, ekkert, engin tjáning, engin viðtöl, engir fréttamannafundir. Þeir eru ekkert að reyna að bæja þessu frá sér eða neita einu eða neinu. Það bara dead silence. Þeir eru bara einhvern veginn múraði bak við einhverja eldveggi, stafræna, segjum og bara af hinnu efnislega. Við vitum ekki einu sinni hverjir þessi menn eru. Þeir eru bara þarna einhvern veginn. Þetta eru menn sem stjórna og þeir þrífast ekki í athygli. Þeir vita það að þeirra helsti óvinur athygli. Þannig að, en þetta svona. Þetta var crash retrieval parturinn. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég að nálgast þetta 15 mínútur. Já. Ef þið viljið, þá getið þið followað eða subscribeað Geimsýruna. Ég á TikTok.
verða aldrei stór þar, þetta er allt svo löng myndbönd, fólk hefur enga athyglisgáfu lengur, þetta eru bara samansafna ykkur dópamínfíklum með fullri virðingu, þykir vænt ykkur samt, en svo er það YouTube, það er þvottað á þessi gamesýra og svo getið fyllt mér. Ég er Gunnar Dan, andlegur aktivisti, hlindur upprisu mannsins og er boðberi friðar og ég er erindreki Galactic Federation og já, það er bara þannig. Elska ykkur, farið vel með ykkur, þetta er næst, namaste.